Ásgeir Heiðar heiti ég, búinn að veiða frá því mann eftir mér, búinn að vinna við laxveiðar í tæp 40 ár. Það sem ég ætla að fara hérna yfir í dag hvernig ég veiði lax Elliðaárnar. Það að segja hérna kannski nokkra staði. Ég ekkert að segja að mínar aðferðir séu réttari heldur en aðrar, en ég mjög smámunasamur í mínu veiðiskap og gætiri og vil að þetta sé gert á minn máta. Ég með þrist 35 ára gamla stöng sem búinn að fylgja mér í gegnum súrt og sætt, búinn að taka nokkra laxa og ég ætla að hitsa í byrjun. Við höfum streng hérna, það nýr klettur hérna sem hefur komið hérna ofan í látunum í vor og hann hérna fyrir miðju. Hann þrengir þennan straum verulega, þannig að það erfiðara fyrir fiskana að liggja í honum heldur en var, vegna þess að það eru meiri straumur í þessu. Fyrir utan það mjög mikið vatn og fiskur í miklum straumi sem í erfiðleikum með að halda sér á svæðinu. Hann ekki beint tökuglaður, hann ekkert að stökkva á flugu endilega, en aldrei að ganga frá þessu, alltaf að pröfa. Og síðan, þetta í rauninni þessi breiða eiginlega bara þessi strengur hérna, efri breiðan, og síðan kemur hylur þarna hinum megin og svo þar sem þrengist þarna í endan, þar svona skál. Og það það sem mér finnst, ég búinn að horfa á marga veiða þarna og mér finnst þeir gera oft feil með því að standa á bakkanum og kasta úti. Það mjög skiljanlegt, þeir halda þeir styggi með því að vaða, en í rauninni þá það ekki svo. Vegna þess að það einhver fiskar í þessum steinum hérna sem eru nær, þannig að að gera að koma ykkur þangað út og þess að það fáið þið miklu betra rennsli á fluguna. Í staðinn fyrir að kasta þvert, þá tekur straumurinn línuna og gerir bug og síðan kemur flugan á einhverju svaka ferð á eftir. Þannig að þetta snýst að halda agninu eins lengi eins og þið getið á veiðistaðnum með alls konar tilfæringum, hitsi eða strippi, allavega ekki að láta bara strauminn hirða þetta. En við skulum byrja á þessum hérna. Það nú ekkert mjög auðvelt að komast að þessum stað óséður, en á miðað við þessu 50 manns á brúnni, þá getur þetta varla verið verra. Og ég ætti kannski að taka það fram að ég ekki hérna að sýna einhverja fegurð í fluguköstum. Ég vil að fara eitthvað annað til að sjá það. En eitt sem svolítið mikið atriði, að ekki byrja að rífa línu af hjólinu og bara byrja að kasta. Heldur að kofvera þetta vel og vinna þetta svolítið systematískt. Taka bara svona fet, eða valla fet. Og þegar þeir eru komnir með línu sem eru ánægðir með, að taka þá bara eitt lítið skref. Þetta eru svona staðir sem vinnur eiginlega innst, bara innst bæ innst. Ég ætla að leyfa mér aðeins að flýta mér hérna yfir að því ég veit að það ekkert að ske hérna beint fyrir fram mig. Þetta kallar maður playing hard to get.
Ég nú ekki sá þolinmóðasti maður í veröldinni. Ég held að kona mín geti alveg vottað það. Ég ætla að skoða aðeins hérna fyrir ofan brú. Jæja, við erum komin í Hundasteina. Það er mjög mikið vatn, en Hundasteinarnir eru eiginlega margskiptir. Þetta er mjög gjöfull staður og í minna vatni þá getur hann legið hérna fyrir framan hennar Þríhindastein og einnig hérna í, sem sagt, nær mér utan með Þríhindasteininum. Oft liggja stórir fiskar hérna í straumnum miðað við Hindsteininn, hérna sem sagt á milli þessar Þríhindasteina þarna og svo í strengnum alveg niður úr og líka hérna á miðsvæðinu. Svo er gjá við lítinn stein þarna við Hindbakkann, við sem sagt Austurbakkann og það, þegar líður á sumarið þá liggja oft fiskar þar. En þessi strengir hérna og einnig lygnurnar á milli, þar geta líka haldið fiski. Þetta fer bara allt eftir vatni. En við ætlum að pröfa hitsið aftur á þristinum og sjá hvort að það dugar eitthvað að hitsa í svona miklu vatni. En það kemur í ljós. Gleymd að segja ykkur það niður við Breiðu að ég reyni að vinna með eins stutta línu eins og ég kemst upp með. Því að mitt mat er að stutt lína veiðir betur heldur en löng lína. Það er auðveldara að manúvera hana eða stjórninni. Þannig að ég kýs allan daginn í svona vatni og þetta er svolítið flókinn staður. Þá þarf maður eiginlega að geta haldið svona utanum stjórnina á þessu. Ef þú ert með langa línu, þá veist eiginlega ekkert hvar agnið þitt er. Og eitt í flugveiði eða hvaða veiði sem er, stangveiði, það er að hugsa fram í agnið. Alltaf að vita hvað flugan þín er að gera, ekki kasta bara kæruleysislega, heldur að reyna að hafa svona kontról á því sem þú ert að gera og svo sakar ekki að hafa trú á því líka. Þetta er nú svona full mikið vatn fyrir hits, en látum reyna á þetta.
Þar lá hann. Ég með línu 3. Þannig að það ekkert ólíklegt ég missa hann. Það allt í lagi. Það mikið af grjóti í botninum hérna. Þannig að það þarf að passa sig svolítið. Hér hann að reyna að vefja sig utan eitt grjót. Þessum dans ekki lokið. Hann reynir að þræla sér í kringum grjót. Herðum aðeins á honum bremsunni. Fiskur yfirleitt ekki tilbúinn til þess að koma fyrir en að þú getur lyft hausnum á honum upp. Þá gefur hann sig og þá getur þú bara tekið hann í land. Þannig að þessi gæi ekki tilbúinn. En málið það að það að þreyta fiska ekki fara lengst upp á bakka því að þá ertu komið með átak sem sagt hann þreytist mest á því að berjast við að halda hausnum niðri og það sem þú gerir að reyna að fá hausinn upp. Ég ætla að reyna að lempa hann hérna inn. Hann þreytist miklu meira á því að berjast við það að halda hausnum niðri. Sjáu þið nú hausinn komin upp. Og þetta búið að taka mjög skamman tíma. Hann ekki alveg sáttur við að koma samt strax. Þegar hann komið svona, þá bara hægt að rúla honum inn. Úps, að maður dettur ekki raskat í liðinni. Þetta fallegasti fiskur, óskemmdur með öllu og við bara þökkum honum fyrir.
Við eigum eftir ósnert svæði. Fiskurinn fór aldrei hérna niður eftir, hann stigði ekkert, þannig að við eigum kost á öðrum þarna sko. Og fyrstan var nú svona góðhjartaður að éta hitsið, þá erum við ekkert að skipta því út. En eins og ég sagði, þetta er lína 3, maður missir ekki oft fisk á svona netta stöng, því að hún gefur svo vel eftir. Jú, þessi er svona, það er ekki alveg, ekkert svakalegt hugrekki í honum, en hann var allavega djarfari núna heldur en áðan. Stundum koma þeir og slá bara sporðinum í. Það er svona órói í vatninu þarna að helst illa á floti hitsið. Þetta er mjög erfitt vatn að hitsa. Fæ ekki alveg nógu gott reynslu á hann. Það eyðileggur svolítið þessi steinn þarna. Þá kemur svona eins og Bretinn kallar eddy. Ég veit ekki hvaðan það kemur en við verðum bara ekki að kalla þetta ólgu. Jæja, hann ætlar ekki að bjóða sig aftur, ekki á hitsið allavega hana. Það er líka allt í lagi. Nú erum við komin á hraunið. Þetta er mjög vinsæll staður og yfirleitt alltaf mikið af fiski og þetta er svona, hann er yfirleitt á svæði 3 og er mjög, það þykir mjög fínt að draga hraunið í byrjun. Þetta er mjög þægilegur flugstaður, segir sig bara eiginlega sjálft. Það þarf ekkert að vanda sig neitt sérstaklega hérna, það er bara að koma þessu út og láta strauminn restina. Í svona miklu vatni liggur hann frekar neðarlega en þó borgar sig alltaf að byrja eftir strengnum. Hér hafa margir hlotið birtu við að vaða því að steinarnir hérna geta verið alveg svakalega hálir. Sérstaklega þegar álíður sumar og slíið er komið á þá. Þristurinn er ekki alveg að höndla vindinn hérna. En þegar ég var að færa mig þá kom eitt silfraður og kíkti á þetta. Svona er það. Þau eru ekki með hugan vakandi. Þarna kom hann. En ekki utan taka. Þegar að líður á sumarið þá er hraunið einn aflahæsti staðurinn. Og ég ráðlegg mönnum sem að eiga þetta jafnvel draga þetta þannig að þeir eigi þetta síðast að veiða þetta alveg til 9 því að það er oft svona milli 8 og 9 þá kemur svona töfrastund á kvöldin. Nú fyrir þau svona nálgast tökublettinn í svona vatni þar að segja. Það er mikið vatn og ég held að fiskurinn sé neðar heldur vanalega. Yfirleitt er hann hérna ofar. Eiginlega næstum því út frá því það sem ég stend en í svona miklu vatni þá færir hann sig neðar.
Ég er ekki alveg sáttur við hvernig hitsið er að bluma sig þarna. Það er bara ekki að fljóta nógu vel. Ég ætla að henda undir einni svona traditional svörtum Francis og klára þetta svoleiðis. Og ef að menn eru með börn eða unglinga, þá er þetta alveg ákjósanlegur staður til þess að fara með þau á. Ekkert löng köst og yfirleitt alltaf fullt af fiski. Svo er mjög góður staður hérna fyrir ofan sem heitir Símastrengur. En það er yfirleitt fullt af fiski þar. En hann er aftur á móti háður þeim böggum Hildar, þar lá hann. Aha, þetta er þessi sem að kíkta á þetta hjá mér áðan. Fallegasti hængur sýndist mér. Ný gengin. Og hann tók Francis svartan númer 14. Og hann var búinn að skoða hitsið áður. Svona var hálfragur við það. En þetta stóðst hann ekki. Og við erum enn með línu 3. Og ætlum ekki að vera tvínunum neitt við þetta. En muna það bara, fiskur er ekki tilbúinn fyrir hann á hausinn. Þú getur lyft hausnum á honum upp úr. Þá getur þú landað á honum. Ég vil helst bara halda honum hérna. Helst ekki missa niður. Og upp með hausinn. Svona já, þá er bara eftirleikurinn yfirleitt auðveldur. Ég tala nú ekki menn eru með háf, en við erum ekki svo skynsamir í þessari sveit. Ops! Fallegur hængur. Og þetta tók ekki langan tíma. Það sem verra er að við erum ekki með tangirnar okkar núna, en skulum við sjá. Ok, þá skiptum við hlutverk. Ég fekk fluguna í mig og hann laus. Fallegur fiskur.